Eyðieyjan á bylgjunni. Pólitíkin blunda alltaf mjög sterkt í mér. Auðvitað það svo, Heimir, að blaðamennska og fréttamennska í áratugi náttúrulega mjög langur og strangur stjórnmálaskóli. Að vera í mjög þéttu návi við helstu stjórnmálamenn þjóðarinnar. Ég að byrja í blaðamennsku þegar Gunnar Thoroddsen forsætisráðherra og tók minn fyrstu viðtöl við hann. Og þá var Geir H. Haarde aðstoðarmaður ráðherra og tók minn fyrstu viðtöl við hann sem aðstoðarmann og kveð fréttamennskuna þegar hann stígur á stóli sem forsætisráðherra. Þannig ég spanna alla stjórnmálatíð Geirs H. Haarde í fréttamennsku og þessi fréttamennska hefur náttúrulega kennt manni afskaplega margt í stjórnmálum og verið langur og strangur skóli eins og ég segi, en hefur jafn og sígandi aukið áhuga minn á þjóðmálum og stjórnmálum. Þannig ég hefur rauninni verið að vinna við mitt helsta áhugamál. En romantíkin sem snýra til dæmis konuðin, hvernig byrtist hún? Hún byrtist með mjög margvíslegum hætti, til dæmis mörgum börnum. En fyrst og fremst feikilega þéttum vinskap. Ég held að galdur ástarinnar sé einfaldlega að vera vinur og finna þörfina fyrir nærveru, blómstra í hverju stund og ég held að þetta sé einfaldleikinn í ástinni.